Jæja, Sæbi, svo fór sem fór. Hvað segir, fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Já, fyrstu viðbrögð, fyrst að ég byrjaði að óska KA til hamingju. Með frábær vetur hjá þeim og fara í gegnum þetta án þess að tapa leik. Vel mannaður, með geggjaðan útlending. Frábær þjálfari teymi, Benni náttúrulega góði vinur minn, bara frábær þjálfari og búinn að gera þetta allt saman, þannig að bara gerði vel og var með gagnleiki á okkur í leik 2 og 3 sem að við náðum bara ekki að svara og bara segja svo Fannar, kudos á það, þeir gerði þetta bara flott og bara verðskulduðu sigur í seríunni 3-0 og bara allar hamingjóskir til KR, bara fyrsta. Hvað er spurningin? Fyrsta viðbrögð til leikinn? Já, bara þú veist, það svo sem svipað í síðasta leik, ég meina Lexi var frábær í fyrri hálfleik með 23 stig, 50% skotnýtingu, bæði 3 stiga, 2 stiga með 7 stóðsendingar og þú veist, það nú bara, ef við tölum bara íslensku með það er bara geggjað og þú veist, hún var flott í síðasta leik, hún var betri í fyrri hálfleik og svona, þó svo mitt lið sem var að berjast alla leikinn, það bara, þú veist, þetta var eiginlega búið bara því miður í hálfleik, sko, bara staðreynd, sko. Það var samt svona hálfgerð vonarglæta í þriðja leik þetta, þið voruð að virti spila aðeins betur en það Hvað töluðum í hálfleik til þess að reyna að snúa sig við? Já, sko, við fyrsta náttúrulega reynum við að hægja svolítið á Lexi í seinni hálfleik og það dögst náttúrulega, hún með 60 í seinni hálfleik. Já, vonarglæta, sko, ég meina mitt lið er með mjög marga leikmenn sem eru duglegir og leggja sig fram og eru bara ótrúlega skemmtilegur hópur og þær voru bara, þú veist, að reyna og berjast. Við erum vonandi af einhver ástæðu, þannig að þetta erum við næstbesta liðið í deildinni og þú veist, og ætlum aldrei að gefa þetta eitthvað ókeypis, sko. Þannig að það er bara einfaldlega höstlu okkur og það átrýbandið okkur mikið og við bara, já, þú veist, við reyndum en bara, þú veist, það skora 85 stig og þannig það bara. Jæja, en ert þú með einhverjar planleggingar fyrir næsta ár? Ertu farin að hugsa það langt? Já, þetta var náttúrulega svona bara klárast en ég hef náttúrulega búinn að vera núna í 3 ár með þetta lið og hef fyrstu 2 árin mín hef ég verið í gríðarlega mikill uppbyggingu í gráinum og fyrsta árið unnum við ekki leik og árið 2 unnum við 1 leik. Við vinnum 17 leiki ár og við erum í öðru sæti í deildinni og ég er stoltur af því sem mér hefur tekist að gera og við mistum leikmenn með þessa og þetta fengum við erlenda leikmann en það eru margar skoðanir af því en hún var frábær fyrir okkur og við erum ánægðir með hana í mjög mörgu æðislegum karakter, var vinnusöm og dugleg að hjálpa til og svo var ég með Beggu með mér þannig að hún var aðstoðarþjálfari hjá mér og stóð sig ótrúlega vel og bara ber að rósa henni fyrir það og stelpurnar í hópnum eru bara frábærar, sko. Mjög ánægðir með hópinn og hvernig hann var samstilltur í vetur. Framhaldið, það verður einfaldlega bara komið í ljós. Markmið hjá mér var að fara upp með liðið og það tókst ekki og ég ætla svo sem ekkert að fela það eitthvað, þú veist, það verður bara komið í ljós. Ég er 3 ár og eins og það er en ef þetta var að síðast sem ég hef gert fyrir Fjölni í bili þá er ég stoltur af því sem ég hef gert og við sjáum bara hvernig þetta þróast en þetta er bara svo þetta er. Það er þakka kella fyrir frábæra úrslitaseríu og þakka kella fyrir frábært ár.